Stay Away svona mitt Stay Away? Já, það sem alla stelpunum var búin að segja við hann Daða Honum fannst þetta ekki myndi Mamma þið sagði það ekki Þetta er lagi, ég giftir í dag, í góðum árum Toppmáli Góðan og gullfallegan daginn Góða Erum við byrjaði? Já. Ó, ég er bara í símanum Það er með okkur hérna ég var, Always on point ég var að skoða Google Maps hvað bústarans þrastar er Hvað ég að fara dætt í það einhvern tímann Já, Hvar er hann? Hann er, Grímsnesinu ég er að skoða hann hérna á kortinu núna. Það er Hvernig hafið það? rosa margir Ég bústar er svo fín, en þú? Bara geggjaður Já Þegar þessi þáttu kemur út Já. Þá er ég á Prodigy Geðveikt. Er þetta Marilyn Manson eða? Nei, þetta var Prodigy What? Fuck 'em and they're lost Beautiful people Nei, það er búm, Nei Hvað er þú bara að hlusta á NSYNC áfram hann? NSYNC Þú elskar NSYNC Nei, hann Justin Timberlake er alltaf læg sko Já, ég hef ekkert á móti JT, hann er bara Já, hann keyrir bara stundu fullur Stundum Aðeins Ha. Kemur fyrir Þröstu, hvernig ætlar að vera búið með hann fucking bústað? Hvenar? Já Bara einhvern tímann Ég veit Alltaf ekki þegar við komum með hérna og þá ertu ekki búin að búa til 5 bústæði Áttu við ekki að hafa sikkot, nýja og byrkir Sko, ég eitti páskonum í því að sko, Man cave. þremur dögum ég byggja heila þennan helvitis kofa gera veðu þetta nú einangrun en eina Tók það 3 daga? Ég voru 3 daga að því Ég gerði gjössanlega út af mig Ó, er það fljótt? Já, það er mjög fljótt Ég er að tjóka Þakka þið fyrir Fokka þér Þannig að nú er ég búin að vera svona gera þetta rólega Já, bara rólega já, Nú bara önduðum við með nefinu strákar Er Setjum eina spýtu og eina spýtu og eina spýtu svona klæðninga svona rólega svona. en sumar er að koma Já, já Sumarið það sveik mig Kjafti Svo leiðir Ömulegt lag Herri, við vorum að rífast þarna í gær Já, Ha. já Er þú ekki í London? Hvernig gætu verið að rífast í gær? Nei, þegar þessi, við erum að taka þannig upp aðeins undan Ertu ekki í London núna? Ég er í London núna, já Oh my god Er það ekki núna núna? Hvað? Það er guldspjald þarna Já, það er svo gaman að fá mig í táttinn Og hvað? Í tóttin Þáttinn? Í tóttin Þegar þið vera veist, ég sagði í gær að það er eitt lag með Úlfum sem er gott Úlfum Já, eða Úlfarnir eða eitthvað whatever. Úlfur heitir hljómsveitin Hvað sagði ég? Úlfum Já, er það ekki sama? Þeir eru ekki úlfar, hljómsveitin heitir Úlfur En þeir eru úlfar í hljómsveitinni Nei, þeir eru menn Holy shit maður Og þá fóru þig Þetta er svo leiðilt lag Þetta er svo leiðilt band, sorry Bara, þú veist Fínt að fólk fílar þá I just don't Já, þá sagði ég að þeir eru allan betri heldur en stuðmenn Já, það er bara rámt við þér og þið fóruð alveg á hliðina sko. Nei, ég fór ekki á hliðina Þröstu fór á Já, hliðina ég fór að hlina sko. Ég var á hliðina sko Stuðmenn er bara það stórt og flott band Stuðmenn eru, ég seti saman ekki fyrir þig Stuðmenn eru U2 Íslands Nei Já Nei Úlfur er sko Þeir eru ekki einu sinni Þeir eru ekki einu sinni Cranberries Þeir eru ekki einu sinni Cranberries Ég sammálugur Sko, hann er búin að viðkjanna Stuðmenn eru U2 Íslands Nei, Ok. ég Þú varst að segja sagði það. Nei, ég sagði Nei, þú varst að segja það. Úlfur væri ekki einu sinni Cranberries Þú varst Ég er að segja sammála það því. með Stuðmenn og U2 Nei. Jú Já Stuðmenn eru bara með því Þröstur. bara leiðilegur hljómsveit sem ég æfinni heilt sko. Viðunum Vinum Já Hvað? Tveir mot einum Á móti hverju? Þér Nei Vinum Þeir eru ömulega leiðilegir sko. Takk ekki skóna, ég var í bóna Þetta er svo gott lag Skónu bónu Þetta er fucking viðbjöður sko. Sama, sæk maður Skónu bónu Þetta er bara
rest my case. Þið geti ekki sagt að þetta er gott lag sko. Jú, veist, Mjög skemmtilegt þetta er mjög skemmtilegt lag. Takk af þér skóna Flósi Ólafsson. Hvað er þetta bóna? Vá, ég bara, yes, ég vil fara út á dansskólu núna. Ég myndi dansa frekar við stuðum en þetta er úl Allan daginn. Allan daginn. Ég fíl ekki Úlfur. Hvað er það að berja svona fyrir þessu? Ég er ekki að berjast fyrir neinu. Ég er bara að segja að ég, veist, mér finnst eitt lag gott. Ég hef ekki hugmynd Úlf. Ég get ekki verið meira sama. Það sem ég er að segja er að fucking stuðmenn eru fucking leðilegt lag og ömulegir. Stuðum er hljómsveit ekki lag Svo fucking leðileg. Ég er bara að leiða þetta Ég er svona viðkomið fyrir leiðritingum Gjössalega að springa. Það er svo rauður í framann Æðin er komin á ennið sko. Já. Þetta er jánar og baustur að koma Svo fucking leðileg maður. Jesus Christ. Birkir hættur að spyrja Nú komið þáttinn Ég þarf að lækka aðeins í ég öskra aðeins svo hátt. Fólk er að örugglega ónýtt í eyrunum hann. Sennaði þig Reyndu að sennaði Gúsfraba. Gúsfraba maður Hæ Birkir Hæ, ég er komin tilbaka. Það er komið tilbaka Þetta er fucking awesome. Þið eru svo leiðilegir maður. Herru, The Boys season 5. Ó, ég ætla að tala um hljómsveitina Já, Já, fyrstu tveir þættirnir voru að koma. Já, nýkomnir. ok Gæðu ekki sko. Já, geðveikir. Ég er svo ánægð með þá sko. Já. Og hún Starlight heldur áfram að breytast. Hún er eitthvað að hjá henni. Örugglega. Já, þetta er bara Hollywood komplexin bara, þú veist, þú ert orðin frægur eða fræg og þú þarft að halda í við kröfurnar og eitthvað og þú fer til misgóðra lítalækna Hún var svo falleg Þú veist í að fyrstu seríunni. hún svona perfect girl next door típa Algjörlega. en henni tókst að skemma það Henni tókst Það voru einhverju kringali. hún var bara fullkomin eins og hún var bara opbúslega falleg Svona náttúrulega falleg. náttúrulega falleg, hún þurfti ekki eitthvað bunch of make-up shit sko. þetta er bara natural beauty og henni tókst að skemma það Henni tókst að skemma það. Já. En ég held einmitt að þetta séu komplexar eins og hvað heitir Kelly Osbourne? já, Hún náttúrulega, hafið séð hana nýlega? já, hún er mjög skrítin Hún alltaf fór bara ósambygg og hún er að fara aðgerðir að svipa leiður á mamma sín Já, fórum til lítalæknarisins með mynd af mömmu sinni. já, gerði mig Ég ætla að vera alveg eins og þessi 70 kona. Gaurinn bara, ok. Þú veist, hún er bara, hvað, 30 eða eitthvað? Whatever. Nei, hún er ekki 30, hún er fertugt Já, lítur út fyrir að vera 100 ára. já, En þetta er bara þegar þú ert á Ozempic, þú ert að sprauta hérna. Ósambygg. Ozempic Ósambygg. Já, Ozempic. Já, whatever. Þröstur, stundum það maður bara leif honum Hvað sagði ég rann þarna? Nei, alltaf leið. Sagði ég Ozempic? þú sagði það núna, gott, Þú sagðir hún. run with it Já, gott. Ok, ég þarf að hlusta á þetta aftur. Ég veit ekki hvað ég sagði rann og þarna. Ozempic, já Já. Og þegar þú ert að sprauta Já. og horfur í speil og þú ert alveg svona eins og gaurinn í Indiana Jones 3 þegar hann drekkur úr dótinu og verður að beinagrind. ég held samt að vera ekki kinnfiskasóin og Ozempic sko. Nei. Jú, því að það er fita í kinnunum. en þetta herjar held ég aðalega á aðra fitu heldur en andlisfitu sko. Nei, ekki þetta Þetta er rosalega persónubundið. já, út af því að þegar þú ert að borði ekki neitt og náttúrulega fer öll fita bara burt. Þess vegna er Ozempic. Akkur er ekki búin að segja mig það ef maður borðar ekki neitt þá fer all fitan burt. Akkur er ég ekki hættur að borða? Akkur er þú ekki bara komin ósambygg? Það er mér langar það ekki. Okkur ekki? Það er minnst það eitthvað svona Kostar 25 skall á mánuði? já, minnst það bara svona eitthvað svona Do it. minnst þess að sé að lúfa fyrir einhverju. Ég nenni því ekki. Þú ert að lúffa fyrir pítsunum hverju einustu viku. Þær eru vini mínir, ok? Ekki þessar pítsur. Pítsan er huggun í lífinu. Pítsan er bara óbáslega fýtt vinur. Pizza er viðbjóður. Pítsa Pítsa er æðisleg. Nei. Jú. Nei, muni ekki þegar við fórum í Færð þú að éttu hráa fiskiðin að það? Fáðu svo í magan og kvartaðu svo í hverskipti. Ég er með ofnæmi við fiski en samt heldur hann að hakkið í sushi drasli. að geggja. Já, og ég farið niðurgang. alltaf á klostinu. Nei, Strákar, ég get ekki spila nú, ég er að hlaupa kúka. hef aldrei sagt þetta. Og þá segir við alltaf, varst að fá þig fisk í kvöldmat? Já. Það er bara svo góð maður. Fiskur er nefnilega ekki góður. Jú, Nei, lax, lax er fín. bleikja, geðveikt. Nei.
Ég vil bara pizza og bakarísmat Já, Pítsu, já Heyrðu hvað ég náður geðveikt já þú vel. náður hann undir hans vel sko Ég var bara, wow, var þetta það að Ég tala bara aldrei Þetta var svona, en ok Þetta er alveg eins og daði Nei, hann var Birkir að vaknar Þú ert svo leiðileg við mig Hættu bara að bjóða mér eitthvað maður Done and done Það hreinja tölunar aftur, ekkert mál Já, Menn er að koma það samt í næsta þátt Já, ég skal koma í næsta þátt líka Ekkert mál Jesus, sorry Ég er svo auðmikið góður þú er svo fullorðslegu með gleru upp á enninu Ég er hipp og cool Hann er Hipp og svo cool. svalur, þessi drengur Ég er ekki komið með mína umgjörð Ég þarf að finna mína umgjörð eitt daginn Ekki það, ég náttúrulega nota sér gleru kannski 10 mínútur á dag sko. Þú veist Þetta er, þú ert allan ekki eins svalur og hérna Jimi Hendrix Hei Nei. Segway Hann er enda hár rétt Hann er örugglega miklu kaldar en ég akkurat núna Herðu, áður en við förum í þetta Já, Hvað voru þið að gera þegar þið voru 27 ára gamleitstrákar? 27 ára Já, Herri, ég var að býta hruninu Ég var að búa til bad já, 27 ára Ég var að búa til bad bara já Ég var bara eldast ykkur stelpur skilur Það var ekkert spennandi Það heiti kallinn Já, Já, ég var grannur hann 27, hvað ár er 27 þegar Það er 2007 Já. Fyrir mig, Já. 2009 fyrir þig nei Jú, já, 2009 Wow Já, dóttir mín fættist Líka bara veist. Já, 2007 Ég var bara Var ég að búa til bad 2007? Nei, 2009 fyrir þig nei, 2009 Já. Já, svo, já, þú varst 27 þarna 2007 Þetta er mjög einfölda reikning af mér Ég var 20 ára 2000 Já, Þetta er mjög einfalt sko Það er lett já, Já. 2009 sko Já, ok Já, en þú? Ég var Að kaupa hús og ég með 5 börn eða eitthvað og ég sé svo fullorði Þú varst náttúrulega bara fullorði Hver geymur hinn þrjú? Hvað gefur ég Já, í Norri á henni fjölskyldinni Nei, það er einmitt þarna sko. Þarna er ég hérna já, þá er hérna dóttir minn 2 ára gömul og við erum að flytja til Noregs í lok þessa árs 2009 Já Þetta er, veist, þegar fólk veist, eins og hérna, við ætlum að tala hérna 27 Club The 27 Club 27 Club og eitthvað 27 ára, bara, þetta eru krakkar í dag sko. Já Þetta eru babies Þetta er bara mjög sorglegur aldrei að deyja á sko Já, veist, ekki þau ert í þessum hópi Nei, þetta er náttúrulega svolítið athyglisverður hópur 27 Club og veist, þetta er sko ég fór að tjekka á Já. hvort það sé einhver annar hópur og veist, svona cluster of dead people Já Cluster of dead people. Já, sem hafa dáið á sama aldri Já og það er engin annar hópur sem svona mikið En vissirðu að þetta er ekki bara þessir 5-6 einstaklingar sem er alltaf að tala um í 27 Club Þetta er 60-70 manna hópur bara óbúslega misfrægt en þetta Já. eru stóðstjörnundar sko. já, þetta eru 27 virðist vera einhvers konar vendipunktur hjá frægu fólki já, veist, Þú veist, eða þú ert að vera frægur upp á 20 sko. veist, þetta er eins og hérna Áðan að höldum áfram hérna, sko, Þröstur notar náttúrulega gleru alla daga Þú sér skýrt á Símon og sér okkur skýrt Já, Sér þú mig skýrt? Já. Hvað er þetta með? Plus hvað? +1 Akkur séð þið blurry? prófa að glera mín bara Ég er með +1 og ég sé þig ég var alltaf sé Þröst Nei, ég sé þið blurry Sér þið mig skýrt? já, Þú þarft að vera eitthvað sterkara nei ha, Sko, þú ert bara sko eins og klámyndirna og afreglarnum hérna 98 Það er svona pixlaður þetta með gleru Þú ert mjög blurry Ég sé Síma mig gett vel Sorry, ég er nýri glerugna ég veit hvað hann hefur gert hann hefur tekið alveg veist. nei, Sér þið mig ekki blurry? nei en þegar þú ert ekki með gleru þetta og horfir á mig Ég held að ég þurfi 0,5 Ég er með +1 sko Ég þurfi Já, plus 0,5 en þú ert ekki með glerun Já. sérðu þá mig vel Já, mjög okay. Já, okay. geggja bara, þú ert bara 4K hérna núna sko 4K Já. og nú er ég Nú ertu bara Stöð svo tvö. pixla daskáin hérna já. Þegar það bláu myndirnar voru og sín hérna gamla daga Já,
Því vil það skrítið að þú sérð ekki Vá. Nei, ég held að sé að því þurfi plus 0,5 en ekki plus 1 Erotík Já, að því það plus 0,5 en þú ert með plus 1 Er ég þá gamall? Erotíkin á sín í gamla það rauði skotnir Red Shoe Diaries Þetta var rosalegt David Duchovny Það voru örgulega einhverju 27 ára að leiki þeim Sorry, ég leggur mér svona segways eins og Birkir Red Shoe Diaries Já, maður Hvað er það? Það var svona ljósbláir þættir með David Duchovny, hann var eitthvað svona kynnir eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta kallast einu sinni. Þetta var aukalutur ekki hans þegar hann var ekki X-Files Já. Ég hef aldrei heyrt um þetta Nei. Bara never Nei, svona er þetta þegar þú áttir ekki peninga þegar þú varst lítill. Já. Áttir ekki efna sín. Herri, það er síðan er listi af fólki sem rétt mistu af The 27 Club Ok. Avicii Já. hann rétt, veist, hefði hann ekki getað beðið í ár sko. Ef hann Hann var að reyna að starta sín main klub. Hann var 26 ára Já, hann 26 ára hann dó hann veist, 2021 Já. Djúlega komin, vá hvað tími líður með þér veist, 2021 Já. veist, þetta er dó hann 2021 Segð þú mér, þú gerir research Ég veit ekki Nei. neitt. Þitt research getur ekki verið Ekkert að fríkast með 21? Nei. Jú, 21. Jú. nei, vá When 2021. nei, ég er að rugglast á hérna, ég las þetta vittlust When did Avicii die? hann var 28 ég las Aliyah þetta er Já, Aliyah já, það var hún dó 2001 já, 2001 ég las orð Avicii maður Fór hún ekki eitthvað flugslýsið? Jú, það var flustlýsi jú Hún átti að vera sko hérna næsta huge stjarnan sko Já. Og hún var flotta rödd. Já, hún bara mjög cool sko Það er sætt. Leiki í Queen of the Damned er einhver vill sjá hana Já. Hún er í Queen of the Damned myndinni Akkurat. svo leiðileg mynd maður Þetta er mesta emo mynd sem ég sé sko Ó, hún var svo Rosa emo ég ætla að vera vampíra og hérna Og rockstefna þetta er, hann átti að leika hérna Tom Cruise karakterinn í sem sagt hérna Interview with the Vampire Já, þetta er sem já sagt Lestat Já, Já. já, já og hann bara eitthvað, ég ætla að vera bara Vampíra og rockstefna vampíra raks Korn með tónlistina í myndinni og svona Lil Peep hann Hver er það? hann er eitthvað rappari Já. hann 21 það skiptir ekki máli Nei. og 20, nei maður sjá, ok, Avicii 28 Já. Það var 28 ára, hann ok? 28 dó 2018 Já, ok ha. Já, það passar Ég fór á hérna svona vinnufestival í Þýskalandi 2019 bara kortir í COVID Já. og þá voru stór hópur af svíjum og þeir var allir bara svona Avicii tengdir eitthvað Já. síðan er hérna Shannon Hoon drug overdose 78 Ekki segja Shannon hún Það var söngur í Blind Melon maður ha. Það var söngur í Blind Melon Já. Blind Melon hvað er það? Hvað er það? No Rain No Rain Já. Já, No Rain Okay. býta Já. aðeins Shannon Who? Hættu að lesa upp fólk sem við þekkjum ekki. Jú, hann þekkir hérna Þið við þekki alveg lög frá honum síðan Já. Til dæmis Bradley Nowell veistu hver það er? Nei, hann var 28 Akkur gáir ekki hvað fólk þetta er ég Þú getur sagt bara Jón Friðriksson glemt að hann var skrifa rithöfundur ég glemt að skrifa ég með mun þetta En eigum við að fara yfir þá sem eru í actually Herðu, 27 Jimi Hendrix Hann er í 27 Club hann lést þarna Sko, þetta byrjar í rauninni á Brian Jones Brian Jones er einn af stoppmeðlumum Rolling Stones og hann var svona creative driving force á Rolling Stones fyrstu árin hvað lést hann ekki 69 eða eitthvað? Jú, hann dó 69 og hann svona er En fyrsti er hann í 27 Hann er í Club? 27 Club Er það? Ég hef Já. aldrei heyrt það Hann er það samt sko 27 Club eru þessir stóru Já, en Og Brian síðan- Jones er samt stoppmeðlumur Rolling Stones sem er fyrir eitthvað stórt sko Hvað var hann gammal þegar hann dó? 27 Oh my god Vá Og svo eftir honum þá er það Jimi Hendrix Nei, Alan Wilson. Who? Alan Blind Owl Wilson. Who the fuck is that? Hann var í Canned Heat. Já, þannig að hann er einn af þessum 60 og 70 sem er í þessum hópin en ekki einn af þessum top 6 Já.
Því við erum að vinna með top 6 eða ekki Við ok Sorry Þannig að það er Brian Jones sem var stóttmeðlumur Rolling Stones Jimi Hendrix Janis Joplin og svo Jim Morrison úr Doors og þetta gerist allt 69-71 þetta var mjög og þá fór fólk bara, fuck, þetta er 3 ár þessir einstaklingar, allir 27 ára it's a thing þá verður þetta einhverju költ hugmynd og svo setna bætist ekki í fyrir 94 sko það er Kurt Cobain og svo 2011 Amy Winehouse en ég man allan að þegar Amy Winehouse stage pæli það var 2011 það er líðu tíminn maður ég veit það wow maður en þá var hún alveg bara þá átti að setja hana í 27 Club fólk var ekki alveg fólk var bara nei ég var það líka en svo hugsaði ég nei hún er svona artisti sem var svolítið definition fyrir hennar tíma því hún var svo öðru sér og ég svona ok I will let it slide they're gonna try to put me in rehab I said no dude nei ég meina should have listened hún með alveg fanta góða rödd mörg góð lög nema hvað að hún var bara algjör junkie hafið séð myndina? Hvað mynd? Amy Nei. Ég horfði á hann, hún er enda mjög góð sko. Þar, þú veist, ef að þetta er ekki ræðli lýst að þá var hún geðvægt mikið vesen bara sem einstaklingur en opbóðslega vel liðin í lista heiminum, þú veist en bara hún sjálf var frekja og mjög erfið að díla við og hún var svona prímadonna hún var svona, já, hún var svolítið svona prímadonna en samt sem aður var listasenan í London ógeðslega mikið að hæpa hana upp að því að þeim fannst hún svo frábær og hún kom alveg svona þokkalega vel fram þar skjótum hann að fulla heroinni og setjum hann á svið en samt hún dó samt ekki hún gerði það en hún dó samt ekki úr overdose heldur, hún drakk sér til döða á áfengistöða sko. hversu mikið þarf þú fucking drakka til að deyja úr áfengi? Það er rosa mikið held ég já en samt sko hún hefur verið 100% af okkur öðru líka sko já ég meina hún alltaf var með þessum Blake-gaur hann sem var bara eitthvað junkie loser sko og það var allir bara já hann hefur svo slæma áhrif á hana en samkvæmt þess að mynd að þá var hún svolítið troublemaker fyrir það líka sko ég þessi mynd er ekki rétt sko sem hann væntilega á að vera nei er þetta alveg góð með þetta? Já, mér fannst alveg fínt að sjá hana þannig að fyrir maður líka að sjá hvernig hún svona reis upp innan London senunar og eitthvað svona, þú veist mér finnst hún alveg áhugaverð því ég hef rosalega gaman af öllum svona biography pics, þú veist Ætlar að sjá Michael Jackson? Já, ég ætla að sjá hana, já Píro Nei, hann var það ekki ég Rólegur Hann var það ekki ég Já Skulum bara taka það rétt fram Mér heyrist þetta akkurat öfugt ég var bara Nei, ég er á því að Michael Jackson hann var píró en hann var rosalega hæfileikaríkur Já, menn þú veist að pening ákveði alltaf síknaði sko. það er ekki alltaf þannig Oftast Það kom mér óvart að Jimi Hendrix tókst ekki hjá Epstein Hvað sér þið? Það tókst ekki hjá Epstein Hann bara þurfti að selja eiguna, hann vildi ekki kaupa hana Vistu það, hann Epstein pottet eitthvað staðar, lifandi eitthvað staðar Það kom upp að hann var í Ísrael það tók eitthvað mynda eitthvað gæði í Ísrael sem var skuggalega líkur honum með einhverju bodyguards Já, og það er bara þetta er ekki hann Skulum bara þetta var En ef hann væri einhvers staðar svona hann var henni í Ísrael Já, ég meina hann er ekki ykkur Nei, og líka hann hefur svo mikið á Trump og hérna alla þessa hann og alla myndirnar Já, það kom mér óvart að Jimi Hendrix hafi dáið úr krabbaminn í tánni Var það þannig? Já, fekk hann ekki, veistu eitthvað hvað heitir það? Hann var með húðkrabbaminn What? Hann var með húðkrabbaminn Nú þarf ég Nei, hann tók ofstóran skamt af barbitúum af svefnlyfi Ég ætla að skrifa What killed Jimi Hendrix og geri What killed your mommy Hendrix Jumumini Birkir, erum við að debunka en eitthvað research hjá þér? Hvað? Já, svefntöflum og áfengi já. En hann var með krabbaminn húðkrabbaminn, er það ekki? Herru, ég hef aldrei hérta Hann tók of mikið af svefntöflum og hann kapnaði á ælunu sinni Já, en var hann ekki með húðkrabbaminn? Okkur er ég með það í haustum Var búið að finna upp húðkrabbamein þetta 1970? Jimi Hendrix have Spyr ég nú bara, á þess að vita Cancer ChatGPT vinnur minna ChatGPT vinnur þinn En sko, mér finnst alveg rosalega sorglegt Var það ekki? Janis Joplin hafi farið hérna No, Jimi Hendrix did not have cancer There you go
There's no medical record or credible evidence suggesting he was ever diagnosed with cancer. Sometimes rumors pop up about famous people's health, but in Hendrix's case, cancer was never a factor. Okkur var þetta eitthvað, ok ekki hlusta á okkur, við erum með það fact á hreinu hérna Facts of life. En hvaða lag er best af Jimi Hendrix? Er það eitthvað lag? Var hann ekki bara einhver góður gítarleikari? Hann var bara hrikalega góð gítarleikari. Along the Watchtower, hann geggjað. Já, hann spilaði á gítarinn á allt annan hátt heldur en margir aðrir. Ég er að rugglast Við hvern? Ég er að rugglast á hinnu svartagörnum Bob Marley Ég er að rugglast á Bob Marley rugglast á hinum Svartagörnum. Jesús minn. Racist much? Þeir eru bara tveir. Þeir voru bara tveir þetta frægir. Michael Jackson er hvítur. Nei, það var Bob Marley sem Já, hann er þetta, já. Það var ekki að meira sens. Ég var að rugglast Birkir alltaf að skrifa svona research. Ég mani þetta alveg. Það er svo oft þannig Ég veit þetta alveg Trump, nei, hann er fórsettur í Rússlandi, eða ekki? Shit Já, það er sko, ok veist, það er sumt sem við segjum er alveg fett Þetta er svo well researched það. En það er bara partur af þessu maður. Við erum bara félagarnir að tala saman Partur af að tala bara einhverja bölvu að vitlis. Já, þið skjóttum minni niður En ég hafði rétt fyrir mér Hinn hafði krabba minn í tánni Oh my god. Hann var ekki 27 ára. Nei, hvað var hann gafan? Dude. Skal gá. Þetta er svo gott hjá mér sko Shit sko Ég vissi að ég hafði rétt fyrir mér En þetta var vittlismadur By the way, að því ég talaði um Amy Winehouse myndina á hann Já. Og hann var 36 ára þegar hann dó Bob Marley. 36? Já. Tjúllan gafan Ég talaði um Amy Winehouse myndina. Hún er góð, hún heitir Amy bara. Já, Ekki horfa á þessa nýlu Bob Marley biopic. já, ok Djöfull er hún fucking leiðileg maður. Ég var svo spenntur fyrir henni, svo hún var bara svo fucking leiðileg. Shit, ég var bara eitthvað aldrei að horfa á þessa mynda aftur. Aldrei. Við myndi ekki þetta í Ég get huga ekki að mæla með henni við einasta mann. Janis Joplin Já, Hún var alveg hún var heroin píó. Já, rosalega drikkfeld. Já, mjög. þú veist, Hún jammari. þú veist, ég man bara ekki She liked to have a good time. Yes, he did. Það, ég horfði á heimildamynd sem heitir Festival Express Ok. og það var sko þetta er sem bara lest með fullt af vögnum og þessi lest var bara fullt af tónlistafólki í 1970 þetta gerist 1970 Ok. sumari 1970 og það var bara, þú veist, allir topparnir í Ameríku og Breitlandi, þeir var bara tróðið í sér lest og svo var bara lestin fara á millist venjúa og bara tónleikar nice. og það var verið að taka upp heimildamyndina inn í þessari lest sko. Já. Og þarna var ég með Janis Joplin sitjandi með gaurunum frá Moody Blues og voru bara að syngja, já, tekkið á hverjir Moody Blues eru því þarna úti Moody Blues Educate yourself. Educate yourself og þau voru bara eitthvað að djamma þarna og þú veist bara Akkur ég aldrei heyrt um þessa mynd. þetta er geðveikt skemmtilegt að horfa á. Þú veist, Það er ekkert eitthvað fyrir mig sko. ég man ekki eftir, veist, hvaða lög eru Janis Joplin Og svo Er þetta, já, þetta er Janis Joplin Johnny Joplin, Janis Joplin. Já, Johnny Joplin. ég man ekki eftir þessu lagi, sko Ertu að fara í frægustu lögin hennar? Já, Og þetta verið þetta þetta. er geðveikt. Þetta var hann þetta verið. Er ekki Piece of My Heart, er það ekki Já, það er líka. Me and Bobby McGee? þetta er Piece of My Heart Já, ekki Og rosalega vont þegar þú hoppar svona hratt á milli laga Já. og Þetta var En Piece við of My höfum Heart ekki láta banna þáttirna, við skulum ekki spila Nei, mikið. Nei, Þetta var bara, Já. veistu, róm og hvað með en síðan í þessari lest sko, þá er verið að taka upp hana
það sem Janis Joplin er að syngja með Moody Blues Já. og síðan heldur áfram kamerumadurinn að fara inn eftir lestinni fyrir næsta vagn og það er eitthvað rosa mikið skemmtilegt fullt af hvítu fólki þetta er allt saman hvít fólk og hérna og að vera að taka upp og allir rosalega skemmtilegir svo er farið inn í eitt vagn það sem bara eru svart fólk Var þetta segregated? nei, það var það ekki, en það bara varð svoleiðis Ok, shit, En ég ætla að segja 1970 en allir allt svarta fólki satt og horfði út gluggan Já enginn sagði neitt þetta var bara, þú veist, eins og ganga inn í vagn og það bara ok, þarna fór skemmtunin frábært þetta er mjög áhugavert Festival Express Já, ég ætla að teka það sko. Hérna, ef að fara yfir já, við vorum að fara yfir hvernig þið dóu þú veist, Jimi Hendrix kapna á ælu Janis Joplin var hvað? Það var hérna Heroin Amy Winehouse, Alcohol Poisoning sem kemur Jimmy Morrison Jim Morrison, já hann var í Doors hérna, hjartabilun Já, hann fekk hjartabilun bara stoppaði já, þetta var grunnaðan fíkni einni Já, don't do drugs people væntalega vegna ofskammtslifja eða áfengis, já var hann ekki í baðkarinu eða eitthvað? Jú, hann var í baði Djöfull er mikið af fólki sem degi í baðinu það er svo kósi í baði Hann og Whitney já, líka Cranberries Já, reyndar og hann hérna vinnur okkur úr vinnum Orso Blóma nei, Friends Já, Matthew Perry Matthew Perry. Já, hann var heitabótið, ekki já, það er náttúrulega bara stórt bakar það er reyndar Hérna, en Brian Jones sem var í Rolling Stones stofnmeðlur Rolling Stones hann drukknaði í sundlaug já og sumir segja að það var undir mjög skeptiskum undir kringumstæðum, á áfengi og lyf og eitthvað og svo náttúrulega Kurt Cobain já, hann var náttúrulega myrtur, það vita það allir af sjálfu sér Nei, það er verið að opna rannsókn upp á nýtt og það er verið að fara yfir og þetta er bara mjög illa unnið og quick finish er Courtney Love undir skoðun hún mun verða undir grunn þegar það fært kafa djúpar hún í er þetta náttúrulega alveg keks þeir eru ángríns og opna málið aftur hann var allavega góður sko hérna þakmálari svo skautan, já þakmálari já Vá, þetta er að útskýra brandar er ekki góður þetta að útskýra þetta er svo touchy subject hjá honum Já, hann var myrtur Ég er að grína það eitthvað snillingu var myrtur ég man eftir þessu við vorum sko vorum hérna hjá ákveðnum stúlkum hérna út í Garðabæ voru þið nei, þetta var 97 að hitta einhverjar úr mínu bæjarfélagi Þetta var 94 sem að 94, já það voru ekki komnið þangað nei, við vorum ekki komið þangað en þær voru að segja okkur frá þegar hann dó og þeirra upplifun Já eina af þessum ágættu stúlkum og hún fór bara í vikurlangt þunglindi og grátkast Það er þessi ljósara já Hún líka fekk sér kærasta mörgum ára setna sem að var mjög hann hélt að vera Kurt Cobain hann hélt að vera endurborin Kurt Cobain og hann that's a keeper that's a keeper hann klifti sig þannig og vaktaði þannig og tók inn sömur hluti og Já það er verið eitthvað bara ég er hérna I'm the reborn of Jesus sem kemur eitthvað gæla bara I like that that's a keeper Já, ég hérna Kurt Cobain hvað er besta lagi með Kurt Cobain? Þau eru mörg En hvað heitir lagið? Hvað er Lithium með það? Lithium er mjög vinsælt náttúrulega Hérna, er það ekki hérna Mér Stay Away er mitt uppáhaldslag með Nirvana held ég Stay Away Já finnst þér ekki hérna Smesta tímaspirit, mér finnst það frábært lag alveg stórkostlegt en Stay Away er svona mitt Stay Away? Já, það er það sem alla stelpunum var búin að segja við hann Daða Honum fannst þetta ekki myndi Mamma þið sagði það ekki Þetta er lagi, ég giftir í dag í góðum árum Toppmáli Þeirra missir, kallir minn, þeirra missir Þetta er sko haldið virkilega að einhver myndi vera kærður fyrir morðið hans Nei Sko, það var eitt sinn maður sem að hérna kom fram og hann var þekktur svona undirheimamaður og hann sagði að Courtney Love hafi búið honum ákveðna uppað fyrir að miðla Kurt Cobain fyrir sig og hann hafi sagt nei þessi maður ólst upp í kringum lestarspor og lestir og svona það er bara bjó í húsi bara við svona lestarspor og leik sér þessi krakki og eitthvað fyrir nokkru dögum síðan var hann fyrir lest
og dó nokkur dögum eftir að hafa sett þetta í fjölmiðlum þannig að Hann mjög kynlegt sko Já, Ég stend bara inn á lestateinunum Já, það er komið lest Ætli ég geti stoppað hana Þannig að það talaði hérna Kornelia Hóði síðan það líka Látið eitthvað sjá það Mér finnst En náttúrulega sko- suicide notið hjá honum Það er náttúrulega skrýtnasta Viðbótin sem er alls ekki hans skrift Er- þá var heroinni að skrifa þetta er samt ekki nálægt í hana líkt hans Og líka bara að vera á svona miklu heroini Læknar eru bara Hann hefði ekki getað lift hann hefði ekki getað lyft byssunni sko. og það sem er ennþá meira grunnsalegt er það að vinur, einn besti vinur Kurt Cobains að hann taldi fór með einkaspæjarunum á sínum tíma að skoða allt húsið og leita á honum þegar hann var týndur inn að svega þeir fórum allt húsið Nema öðru hennar nema upp í þetta gróðurhús á öfri hæðinni þar sem hann var einkaspæjarun spurði ef ekki að fara þarna hann bara nei, hann myndi aldrei fara þarna hann fer ekki þarna inn og þessi gæi eftir að Kurt Cobain var dáinn var rosa mikið í kringu Courtney Love þannig að það er fullt af svona kenningum sko það vantar að það er ekki sko en hún lét drepa hann sko En svo með Jim Morrison Varst í Courtney Love er að hlusta ekki kæra mig ekki láta það drepa mig Batshit crazy ekki láta það drepa mig En Jim Morrison var náttúrulega í Doors Náttúrulega geggju myndin hans já, með Val Kilmer Já. geðug Hún er geggju, hann nær honum svo ógeðslega vel rosa góð sko Mér fannst hún ógeðslega góð góð mynd, Já. mjög góð mynd hún heitir bara The Doors The Doors ég er einhver að leita henni Ég hef aldrei fílað tónlistina frá Doors ekki Nei, allt og mikið þunglindi Þetta er rosa, já, og þú hlustar á Pink Floyd og finnst það bara frábært Já, mér finnst það bara æðislega Heru, Pink Floyd er svo miklu meira þunglit heldur en Doors Nei. Nei. Jú. Nei This shit Ég er bara, þú veist ok, Já, sko, ég er alveg sammála Doors er ógeðslega þungt sko. þetta er þungt en þetta er mjög gott Þetta er, veist Ég myndi alveg skilja fólk er á síru og hlusta á þetta Vitu, Myndi alveg- Eða heroinni ég ætla að sanna hérna bara for once and for all Já, eða það Vitu, I wouldn't know I wouldn't know Það verður alveg já. Þetta er náttúrulega bara Þetta, sko, nei, Doors er of þunglindislegt fyrir mig og hefur alltaf verið Já, En Pink Floyd er það ekki Nei, Pink Floyd er flott Það er miklu flinkari all is just another brick in the wall Það er mjög Það þunglindis lag Úff var bara svo mikið stærra en heldur en allt sem kom frá Doors Þetta þunglind Þetta er bara leiðilegt Ha? Já, Þetta er geðveitt lag nei Þetta er The Doors Þetta er svo geggja lag sko. Almátt Whiskey bar Geðveitt lag Og þér finnst stuðmenn betra en þetta Allan daginn Oh my lord Allan daginn Þetta er ekki þunglind Nei, þetta er reyndar ágæti stef There you go og síðan breytist það yfir í leiðilegt Nei How is it Það er ekki how Það does it er feel? ekki Það er ekki hægt að tala við svona Pink Floyd liðum að Það er ekki hægt að tala við svona stuðmanna fólk líka sko. Enda brendur Ríkilega Herðu, það er til samsælskenningar 27 Club Já, Já, Ég kíkti allir sem verða frægir og 27 verða drefnir Nei sko, sumir sem tala að þessi artistar hafa verið myrtir vegna þess að voru að verða svona of áhrifamiklir í sínu samtíma Við getum, þú veist, ef John Lennon hefði dáið 27 ára, getum sett hann inn, hann var náttúrulega klálega Hvað var hann gamall? hann var færtur, hann dó Sjöfull var hann gamall Shit Svo eru sumir sem segja þessi artistar eldur en hann Svo eru Jésús Svo eru sumir sem segja þessi artistar hafi selt sálu sína fyrir velgengni og þetta hafi verið fórnarkostnaðurinn að gera upp samningin 27 ára The devil En og svo er hérna sumir sem vitna í Kurt Cobain línuna í sjálfsmálsbyrjunas að hérna þegar þú ert komin í þessa pressu og þessa athygli og þá er þetta bara orðið á mikið og þá takaði línunas Kurt Cobain sem er It's better to burn out than to fade away En ekki sem að skrifaði í sjálfsmálsbyrjuð Er ekki Mér minnir að gaurin sem er frá hvað eitt fyrsti blues gaurin sem var frægur svartur Já. Hann gerði hann ekki sem sagt on the crossroads Já. seldi sáluna on the crossroads Já, hann er í 27
Er hann 27 Club? Er það ekki? Jú, hann heitir hérna, ég með það hérna, Robert Johnson. Já, Robert Var hann Johnson 27 ára? Já. Ok, þá er þetta bara nælt, þá vitum við þetta, þá erum við bara að leysa þetta. Við erum bara að leysa 27 Clubin í dag, krakkar mínir. Þeir tóku þetta í Supernatural Já, Já, þá voru var hann búin að gera svona crossroad já, hann kom alltaf hana Crowley. Já, en þá komu já, þetta var þar byrjaði þetta sko. Já. Það er 27 Club 27 Club. Það er nóg að þessu þunglítis tali Er það ekki? Jú. Er þið með meira? Nei. Nei bara það, Kurt Cobain var myrtur. Það er eina sem ég ætla að koma til að skila hérna. Það er einasta fyrir mætt í dag, láta fólk vita því. Það er einasta Já, einasta sem kom, bara láta fólk vita því. Taka hanskan upp fyrir Já, fyrir minn mann. Fyrir þinn mann Hell sko. yeah. Ef þú væri með hár, myndir þú vera með svona Cobain-hár? Já. Nei, þá var ég sannlega ekki giftur í dag. Það er reyndar ógeðslega fyndið þetta, fyrst við vorum að tala Brian, Robert Johnson og Crossroads. Það var búið til mynd sem heitir Crossroads. Ralph Macchio var hann að leika Karate Kid. Nei, hann var að leika gítarleikari sem var ógeðslega góður og síðan var Steve Vai sem er einn af bestu gítarleikarum heims, hann var líka í sér bíómynd. Og svo var nefnilega karakter í myndinni sem var á Crossroads á krossgötum að semja við djöfulinn. Þetta snýst allt þessi mynd snýst að semja við djöfulinn til þess að verða betri í gítarleik og þar kom að Robert Johnson hafði gert samning við djöfulinn. Veistu hvað myndi ég held að þú væri að tala um? Hvað? Crossroads með Britney Spears. Nei, hættu Ég var að tala um Britney Spears myndina. Nei Jésús Oh my lord En já, ég ætla að fara að horfa á hann allan núna Crossroads með Britney Spears. Gekkjuð maður. Gekkjuð mynd. Tímamóta Það eru mynd. geggjuð helgi með búblur og horfa á Britney Spears maður What a Tímamóta mynd. psychopath she is sko. Ég meina Zoe Saldana er í þessari mynd, hún var alltaf fræga þarna sko. Zoe Saldana Já, leikur eina vinkonum minnar. Já, alveg rétt. Ég veit ekki Jésús. Nei, Zoe Saldana. Já, Ekki Jésús. flott. Jésús var ekki í myndinni. Jésús er löngu hættur að fylgja Britney Spears. Ok, herðu Wow. Takk fyrir daginn Takk fyrir. Bye. Bye.